Jæja, flestir eru líklega sammála að jurtafæði sé hollt, ekki satt. En hvað segja vísindin í alvöru? Það það sem við ætlum að skoða núna. Við köfum ofan í, bókstaflega fjalla af rannsóknum til að draga fram það sem raunverulega skiptir máli. Og suma niðurstöðu getur komið verulega óvart. Já, þessi setning borðaðu grænmeti þaut hefur fylgt manni síðan í barnæsku. En það auðvitað stór munur af því að borða grænmeti með matnum og að byggja matræði sitt að mestu að jafnvel öllu leyti af plöntum. Hvað segja vísindin það? Jæja, við skulum kíka á málið. Ok, áður en við förum lengra, þá mikilvægt að við séum öll á sömu blaðsíðu. Því þetta hugtak mataræði byggt á jurtaríkinu, það ekki bara einhver ein skilgreining, alls ekki. Þetta í rauninni heilt litróp, heilt skali af mismunandi mataræðinjum. En í grunninn þá snýst þetta þetta, að borða meira af mat úr jurtaríkinu og minna eða jafnvel ekkert af dýraafurðum. Það sem mikilvægt að muna að þetta ekki endilega svona allt eða ekkert dæmi. Og þetta litróp sést mjög vel hér. Sko á öðrum endanum það sem kallast flexitarian eða sveigjanlegur grænmetisæta. Þá kjötneysla einfaldlega minnkuð, ekkert flóknari en það. Svo koma grænmetisætur sem sleppa kjötinu alver og alver á hinum endanum á skalanum svo vegan mataræði þar sem öllum dýraafurðum sleppt, líka mjólkurvörum og eggjum. En hvað það sem fær fólk til að velja þessa leið? Hvar fatinn? Það nefnilega áhugavert að vísindin skoða ekki bara hvað gerist í líkamanum, heldur líka hvað gerist í huganum. Hvað drífur þessar ákvarðanir áfram? Og þegar gögnin skoðuð, þá kemur í ljós mjög skýrt mynstur. Langstærsta ástæðan, og það með miklum yfirburðum, dýravelferð. Það drifkrafturinn hjá flestum. Heilsan kemur svo í öðru sæti og umhverfið í því þriðja. Þetta segir okkur að fyrir ótrúlega marga þetta fyrst og fremst siðferðileg spurning, ekki bara spurning heilsuna. En það annar þáttur, kannski aðeins lúmskari. Það þessi sálfræðilega þáttur. Eins og kemur fram hérna, þá getur þetta líka snúist sjálfsmynd, löngunina til að tilheyra, að samsama sig ákveðin hópi og þeim gildum sem hann stendur fyrir. Ok, en snúum okkur þá að stóru spurningunni, heilsunni. Hvaða áhrif hefur þetta mataræði eiginlega á líkamann? Hvað segja öll þessi gögn? Já, listin yfir þann heilsufarslega ávinning sem rannsóknirnar sýna vægast sagt langur. Við erum að tala sterk tengsl við forvarnir og meðhöndlun á sömum af okkar algengustu og alvarlegustu lífstílssjúkdómum, allt frá óþyngd og háum blóðþrýstingi yfir í kransæðasjúkdóma, sykursýki typu 2 og jafnvel ákveðnar tegundir krabbameins. Þetta auðvitað stórkostlegur listi, en það rétt að telja þetta upp. Annað og miklu mikilvægara að spyrja hversu traustur vísindalegi grunnurinn undir þessu öllu saman. Já, ávinningurinn virðist vera skýr, en hversu sterk sönnunargögnin í raun og veru? Við að tala eitthvað sem byggir á nokkrum smárannsóknum eða við að horfa á eitthvað miklu stærra? Svarið þessi tala. Yfir 1,5 milljón þáttakanda. Takið þessa tölu inn, 1,5 milljónir manna. Þetta ekki byggt á tilgátum eða lítlum úrtökum, þetta eru gögn úr raunveruleikanum, frá gríðarstórum hópum, oft yfir marga áratuga. Og þetta ekki eitthvað smárannsóknir. Hér sjáum við nöfn á risastórum alþjóðlegum langtímarannsóknum. Nöfn eins og UK Biobank með 500.000 þáttakenda. Þetta eru rannsóknir þar sem fylgst með fólki í áratugi til að sjá hvernig lífsstíl og mataræði hafir áhrif á heilsuna. Það þessi stærðagráða á þessi tímalengd sem gefur niðurstöðunum svo ótrúlegt vísindalegt vægi. Ok, en núna komum við að því sem kannski mikilvægasta atriðið í þessari allir umfjöllun. Þetta blæbrigða munur sem breytir allu en gleymist samt ótrúlega oft. Og hér þetta sett upp svart á hvítu. Lykillinn að betri heilsu ekki bara að fjarlæga dýraafurðir, lykillinn að bæta við óunnum, næringaríkum jurtamat. Að skipta kjötsteikinu út fyrir sykur og unnar óljur, það einfaldlega ekki það sama. Alls ekki. Og vísindir eru alveg skýr með þetta. Það eru gæðin á hjartafáðinu sem skipta öllu máli. Að velja óunnið fram yfir unnið. Tökum dæmi. Rannsókninni sýna að mikil neysla á því sem kallast flókin kolvetni, þar að segja heilkoln og trefjar, tengt við alltaf 15–30% lækkun á dánartíðni af öllum orsökum. 15–30%. Þetta rosaleg tala sem sýnir hvaða ótrúlegi kraftur býr í því að velja rétt.
Jæja, ef við ættum að draga allt þetta saman í eina staka meginreglu, hver væri hún? Hvað er það allra mikilvægasta sem hægt er að taka með sér úr þessu? Hún er þessi hér. Stærsti heilsufarslega ávinningurinn kemur ekki endilega frá því að taka eitthvað út úr mataræðinu, heldur frá því að bæta virkan við óvinnum heilum jurtamat. Hugsunarhátturinn ætti að snúast viðbót, ekki útilökun. Og við endum þá á þessari spurningu til umhugsanar. Hvernig lítur það út fyrir hverja og eina að bæta við meiri óunnum plöntum? Þetta þarf ekki að vera einhver bylting yfir nótt, alls ekki. Kannski er það bara að bæta linsubónum í súpuna eða setja ber út á hafragrautin. Þetta snýst að auka smá saman hlutfallið af því sem öll þessi vísindi sýna okkur að er gott fyrir heilsuna. Eini máltíð í einu.